við stofnum Hildsölu, ég hljófnum yfir það, ég og Guðmundur Jónsson, Jóð Ásgeirsson og Jónsson, stofnum það þegar við vorum í skóla. Nú í Vestlandsskóla? Já, 4. bekk. Nú? Og þá með bókhald og framtöl fyrir einstaklinga. Við vorum að vinna allar helgar alltaf sko, í því. Já, já. Og vorum með útgerðarmenn og allt mögulegt. Og við stofnum þessa Hildsölu og við fluttum inn varahluti í Góðanóverksmiðjur og Síldarverksmiðjur. Já, já. Og fengum 10% komið úti sem var lagt inn í handbragðsbank fyrir okkur. Það var helviti flott. Og svo unnum við þetta, unnum allar helgar sko með annarri vinnu sko. Og síðan biður Kjartan mig að koma í frystihúsi sko. Hvaða frystihús var það? Stóru Miljón, það frystihús Keflavíkur. Og þá telst okkur saman það að Þessi Kjartan, hann var... bróðir Gunnars sem átti Hótel Akureyri. Já. Ég fer til hans og okkur kemur saman að Titti sér Hildsöluna áfram. Og þar ég í 4 ár sko. Bókar og gjaldkeri. En þá fékk ég bókhaldi fyrir Benjamínsverksmiðjuna í Innanjörfi, aukalega líka, alveg til borga. Og var í alls konar hliðarvinnu með þessu sko. Flutti til Keflavíkur og svaf við hliðin á skrifstofunni. Það báði ég og Kjartan, hann var ógiftur líka. En svo fékk ég leigu íbúð í Keflavík og þá kom Sigrún með steinunni með þessu. Hvar var það? Var það á... Það var... Var það Austurvegurinn? Nei. Jó, nei, það fór í seinna sko. Ég var þannig 1 ár í kjallaranum hjá Karli sem var vestur í Miljón. Heiðarvegur, já. Þar leigði ég eldhús og stofu og það var svefnherbergi. Þegar krakkarnir kom í heims og systirinnar, það var allt í sængur á gólfinu sko. Já, já. Bara dýnur. En svo leigði ég hæði niður á þarna við Sundlaugina. Já. Það var fín íbúð sko. Nema ég var að vinna svona mikið aukalega. Og svo var ég búinn með bókhald alltaf fyrir frystihús svona 3 á daginn. Mætti 9 og hafði allt up to date þannig búinn og svo vorum við í svona alls konar braski. Já. Einar kom og Einar Bergmann. Einar kom til mig suður og sagði þannig þú verður að kaupa matvöruverslun með mér. Svo ég segi ég get það ekki. Já ég skal sjá reksturinn þar, þú sérðu bókhaldið. Og já ég á enga peninga segi til að leggja í það. Ég er að byrja að búa og búin að kaupa allt inn og ég er svona hálf blanku sig. En ég var 30.000 krónur víxil sig. Ég seldi bíl. Já það er meira en nóg, sagði hann. Ég er búin að tala við kaupmanninn, kjöt og fisk á Þórsgötunni. Og hann er að gefast upp og er skuldugur og ég er búin að semja við alla hans lánardrottna. Þetta nægir. Við kaupum þá þetta og við keyptum götuhöfnina á Þórsgötu 1 og bílportið og kjallarann. Og jú, og svo hafði ég bókhaldið fyrir hann í mörg ár og kom svona og gerði vörutalningu með hann og hjálpa honum og tók nú aldrei neinn laun en fór oft með þungan poka mat heim sko. Og hann var þarna með krakkuna, Ásgeir vann þarna eitt sumur líka í búðinni. Og það var ansi gaman því út af fyrir sig og krakkarnir hans unni nú mikið og konan líka. Svo vill hann selja. Þá var það komið þannig að það var allt gamalt fólk í kringum hann sem verslaði svo lítið sko, datt niður dálítið verslun. Og hann langaði til að stækka við sig og fara upp í Breiðholt. Já, ég kom stóra verslunir. Og byggði það, flutti þetta hús frá Svíþjóð.
það var svo sett bara uppi þarna. Og hann var á, já, svo vildi hann að ég ætti þetta með sig og ég sagði nei, ég vil það nú ekki lengur. Og geta eiginlega ekki. Og þú veist, bara selur og svo áttu þetta nýja. Krakkarnir og konan og tengdasonur eru að vinna í þessu öllu. Ég vil hætta þessu, sagði ég. Já. Og hann samþykkti það. Og svo leyfði ég hann að ganga frá þessu öllu. Og hann seldi og var búinn að semja við alla lánardrottna. Og þetta voru helviti góð kaup, kjallarinn og hæðinn og portið. Og við réðum vel við þetta. Ég fekk 5 milljónir í minn part. Já. En það var bíll, amerískur, voða flottur, sem ég varð að taka uppi og víslar skuldar eitthvað svoleiðis. Ég gat selt bílinn mjög fljótlega og hitt var sama peningur, greitt á gjaldur, það var helviti góð. Mér fannst ég ekkert að þessu. En svo vorum við með heilsöluna, ég og Diddi. Svo fær hann bréf frá 2 umboðsmönnum okkar, sem við versluðum mikið við, í Skotlandi og Þýskalandi, að þeir ætla að koma í heimsókn. Þeir vildu fara að heimsækja okkur, þeir sem við höfðum umboð fyrir, annar í Skotlandi og hinn var í Frakklandi, minnir mig, já. Og þá lítum við bara hvor á annan og segjum, hvernig í ósköpunum, þeir vilja fara að koma hingað heim, sko. Þá segjum við bara, hvað getum við gert? Við erum ekki með neina skrifstofu. Við vinnum þetta bara heim á kvöldin. Þá dettur mér í huga þess, og ég segi við Didda, ég meina ykkur stungu, segi ég. Og hún svo að við skrifum bara fljótt strax að því miður verðum ekki heima því við sem ákveða að heimsækja öll umboðin okkar. Næsta sumar þeir ætla að koma þar, sko. Og þá myndum við náttúrulega heimsækja þá í leiðinni. En við séum búin að binda okkur með það. Og þetta var náttúrulega góð lausn á málinu. Við skrifum þetta út. Svo fórum við vorum báðir ógiftir þá, fórum vorið og það var skítakuldi hérna heima, frost og næðingur og við klæddum okkur á þá vísi hérna heima, illa síðnarbuxum og peysum og allir mögulegu og höfðum svo léttar klæðina reynda með okkur, það var ekkert mikið. Við fljúgum til Prestvík, þá var flogið bara á Prestvík. Svo bara þegar við erum að nálgast Prestvík eða England eða Skotland, þá kemur þessi svakalegi hiti á okkur og við bara erum blautir í svita í vélni, getum ekki skipt. Það lekur af okkur sviti, sko. Fórum svo bara á götunni eiginlega, fórum út í matsað að fá okkur að drekka og mat. Fórum einhver staðar og gátum skiptum, farið í léttari klæðnað. Og svo var bara ferð frá Prestvík með næturlest til London. Og við vorum bara þarna á bekkjum og sátum og biðum eftir restifærum kvöldið sitt. Þá vorum búin að laga okkur í klæðnað. Það var bara hitabylgja í Englandi. Skotlandi. Og svo förum við með næturlestinni, þá eru eintómir hermenn. Hún var full af hermennum. Okkur leist nú ekkert á það, en það var ekkert annað að ræða. Og þeir voru ágætir, það gekk prýðilega. Við stoppuðum á nokkru stöðum og þá fyrir maður sér eitthvað að drekka og svala sér, fara á klósett, sko. Það gekk ágætlega nema við komum snemma morgunum til London. Ég segi við þetta, við verðum bara að fara á rakarstofu og láta þvo okkur höfuðið og raka, við lítum svo illa út svona. Já. Og við gerum það.
tókum töskuna, þetta var bölvað barsljók, tókum töskuna með okkur inn á rakastól og settist þar í stóla og þar voru við snirtir og allt gert við mig sem hægt var og Didda sennilega líka. Ég steinsofnaði í stólnum sko, var þreyttur og síðan. Svo ítt hann við mér og sagðist vera búinn. Þá var hann búinn að gera allt mög, alls konar, allir snirtingu, ég veit ekki hvað. Það var nú allt í lagi sko. Svo förum við, náum okkur bíl, förum að keyra á hótelið, allt uppselt, allt. Förum hótel eftir hótel. Svo á endanum förum við inn, þó miðinn væri nú að hurðinni uppselt allt. Og létum bílinn bíða á meðan. Þá voru þar 2 konur í afgreiðslunni. Svona miðaldra konur. Og við spyrjum með pláss og þær segir nei, allt uppfyllt. Það stóð á dyrunum, sagði þeir. En ég var með handtösku, svona undir smádótt, og ég var með sígarettur amerískar líka. Fór með sígarettur, smyglaði þeim út með henni. Ég reykti, Diddi ekki. Og ég var að hugsa að það væri praktískt að hafa með sér amerískar til Englands. Einhvern veginn hafði ég fundið það út. Svo ég fer í töskuna og þær segja neini, það vonlaust. Og þá þykist ég vera að ná í eitthvað í töskunni og snýti mér eitthvað svoleiðis. Kem með 2 pakka amerískar sígarettum upp og legg það á borðið til þær. Það er bara gisliður sko. Og svo segist, já, við fengum að geyma dótið hjá þeim. En þær sagði, komið þið í kvöld, það gæti hugsast að það losnaði. Það gerði sígarettupakkann. Svo fórum við bara út og bara skoða borginni. Nema svo komum við í kvöldið og þá allt í leið, við fáum herbyggi út af sígarettum. Svo gaf ég eitt pakka á dag held ég, eða annarkvæmt dag, eða ég átti þetta til. Við vorum nú að það miklu uppáldi þar sko. En yfir götuna þar var underground stöð, þú veist. Og það var svo þægilegt að fara með þeim, við bara notuðum underground alveg, bara eins og það var svo einfalt að ferðast með þeim. Og bara ódýr sko. Og við erum þarna bara, í 5 vikur á þessu ferðalagi. Já, við vorum meira, 6 vikur held ég. Við vorum að bíða þá eftir peningum frá Indlandi minnum við. Við höfum selt þangað niðursuðu vörur, fisk. Það var niðursuðu verksmiðja í innri Njarðvík. Og það var orðið of gamalt til að mætti selja það. En við seldum það til Indlands og fengum helviti góða kommission að því. En það var bara stopp. Það var einhver, brjótast út einhver styrjöld þar sko. Og við héldum að við varum að taka því, við verðum að bíða í London held ég í 3 vikur eftir ég það kemi. Það var lagt inn í Ambrosbank. Það var svo komu peningarnir sko, það var allt í lagi. Við áttum þar á bók líka eða inni. Og við fórum til Skotlands að heimsækja þann Skorska sem við höfum umboð fyrir. Já, þá fórum við til hans. Þá var það eldri maður, en hann var með okkur bara allan daginn og nóttina, keyrði okkur og sýndi okkur öll hálönd Skotlands. Og það var alveg dýrlegur dagur. Fóru þar á frægar sjoppur og skoðuðu þetta, það var alveg dásamlegt. Komum heim nóttinu, voru það, já, ég held ég 2 sólarhringa í Skotlandi. Þaðan fórum við svo aftur til London, þaðan fórum við til Danmerkur, Kaupmannahafnar, geymdum þar, dótu okkar töskurnar á hótelinu
við vorum hálfsmeykir við að við vorum með svo mikið farangur að þetta var bara eins og vitleysa sko, við kunnum ekkert að útbúa okkur í höfum aldrei farið það áður. En þeir geymdu fyrir okkur töskurnar og við leittum á þar gömlu hóteli við Kolbjörnsins Skaði sem er einn mesta gleðikonu gatan í Kaupmannahöfn, komst að því seinna og þetta var rétt eftir stríð og mikil svona, já, bara fátækt fannst okkur. Stelpurnar á herbergjunum sko, þar við máttum ekki að skilja eftir á borðum þá stálaði og við vorum fann að læsa allt niður í töskunum og skammta þeim eitthvað svona, selgæti og svona, sígarettur. Þá kemur að því, ég hef búin að segja, ég kynntist dönskum stúlkum í Reykjavík sem voru í sama húsi, ég er í kjallaranum, öðru herbergi og ég hafði lánað einni þeirra sem var að fara heim pening til að kaupa föt á dótturina sem hún átti úti. Og ég átti að hafa samband við hana þegar ég kemi, ég vissi ekki hvenær það yrði. Og Diddi sagði þetta nú glatað og fölvið vitleysa í að lána stelpunum peningana. Ég hringdi og hún kom í símann og hún meldaði sig við okkur og var með okkur í heilan dag að sýna okkur það helsta svona sem við komumst yfir í Kaupmannahöfn og var okkur við þessum gleðikonum allstaðar því við fengjum bara sjúkdómi gefur nálægt og hún var með peningana við klára blessastokk. Já, svo fórum við þarna, næst fórum við yfir til Frakklands, til Nýs. Fórum þar á ströndir, bjöggum þar á fínu hótel og það var fínt. Og þar vorum við á ströndinni, ég man ekki hver, ég hef ekki verið búinn að segja frá því áður á bílu, að hún var dálítið stórgrís, hún er svo hnefagrjót á ströndinni. Það var svo heitt að maður varð að vera á skóm til að labba á því sko. Svo voru trébekki til að liggja. Maður gat ekki stíð á grjóti, það var svo heitt. Sjórinn fínandi. Við förum þarna á ströndina í sólbað. Svo dettur þetta allt í einu hug, eigum ekki að heimsækja umboðsmann okkar hann sem við vorum búin að lofa. Svo ég segi við hann, já ég nenni því ekki almennilega. Getur þú ekki bara farið inn? Jú, það var allt í lagi. Hann fór og ég er á bekknum, svo var ströndin full af fólki og nokkur langt út í sjónu þar. Þar var fleki eins og var á togaranum svona tunnur og tré sem hélt þeim saman. Það var svona björgunarfleki sem að skip höfðu yrði skotið niður eða eitthvað slíkt. Þarna synti fólk út, þó nokkuð mikið, svo var að leika sér að hvolfa þessu. Og ég var að horfa á þetta og fannst ég að vera ansi heitur og svona. Og hugsa mér, já ég kæli mig og syndi bara þarna út. Og ég geri það, syndi út af helvítis flekanum. Og þá er þar fullt af fólki og er að fara að hvolfa. Og ég verið að taka þátt í því. En það voru svona alls konar bönd á hlíðunum til að halda sér í. Þegar maður fer í sjóinn, þetta voru björgunarfleki. Svo hvolfaði flekanum og ég er fastur með annan fótinn í einhverju bandi þarna og fer undir og er bara, sé bara grænt. Ég held ég væri nú bara að drepa mig þetta undir. En tekst að losa mig og þegar mér tekst það, þá var ég í vandræðum að skríða upp á flekan því ég var alveg svo máttari og allir farnir í land, sitt í land, það var ekkert eftirlit með þessu, það var alltaf skrítið. Allir farnir sem voru á flekanum. Og ég var góða stund að jafna mig því ég tristi mér ekki að synda í land aftur, ég var svo þreyttur og búinn að drekka sjó og svo loksins hafði ég mig upp á flekanum, lá þar góða stund. Enginn hugsaði mig, þetta var langt að fólki var hætt að koma. Ég var einn á flekanum góða stund, þar til ég hugsaði, nú get ég farið í land. Og var þá hálf hræddur, það myndi ekki hafa það sko.
Ég var búinn að drekka sjó og sá bara kredd, sko. Læt mig vaða og hefði það að skríða upp á flekann og leggst þar á magann og steinsofnum leið, sko. Þá synti ég í land og komst það við illa leik á flekann og var að steypi mér á magann. Í landi? Í landi, já. Á flekann í landi. Flekann í landi, já. Og bara steinleik þar leið. Svo vakna ég, það verið að hrista mig til, þá var Diddi kominn. Og þá var ég bara hálfmáttlaus, sko, kominn með sólsting og allt í vitleysu. Bara brunninn á bakinn, sko. Og við ætluðum upp til Monaco kvöldið með hóp sem fór þangað. Og við fórum upp á hótel og þar hvíldi ég mig og borðaði eitthvað smávegis og Diddi varð að mata mig því ég var svo skjálfhentur, ég gat ekki hitt á munnin og bara heitur og með hýta, sko. En við létum okkur hafa að fara í særsýningarinu í Monaco. Og þar erum við að skoða allt svona mögulegt og ég náttúrulega fárveikur þarna. Fer út með þeir seinni því að ég bara var svo slappur með hýta. Við vorum þarna á annarri hæð í einhverju húsi að skoða þar, ég man nú ekki hvað það var. Og sem betur fór var fjöldinn farinn. Þetta var á annarri hæð og svona tröppur niður, steintröppur og svona svali stóra. Ég kemst þar og það var bara æli og æli. Sem betur var enginn undir. Því ég hefði ælt á hvað sem var, sko, þarna. Svo heim á hótel og ég var alveg drulliveikur, sko, með hita og landi. Daginn eftir, seinni part dags, fórum við niður til Ítalíu með buss. Og ég var að drepast á þeirri leið, sko. Ég fór bara heilu lófarnir að skinni, ég sá bara í kjötið á mér á bakið. Eftir þetta og sitja þarna í leðurstólum, það var að drepast. En við stoppuðum við á leiðinu og gistum. Það var nú það sem bjargaði okkur. Og það var bara gaman að fara, sko, en ég naut mig nú ekki alveg, en svo jafnaði mig 2-3 dögum held ég. Þannig að ég var gjaldgengur. Fórum til Ítalíu og þar var 43 stiga hiti. Þar fórum við á gott hótel og skoðum, fórum í Vatíkanið, fórum í Sankt Péturskirkju, hlustuðum á Píus páfa, flytja ræðu þar og prelátað að sitja þar í hring og hrjóta. Það var alveg furðulegt að sjá þetta. Og svo var sterk aðvörun að passa að hafa ekkert í vösunum. Það var svo mikið að vasa þjóðu þarna í vösunni, sko. En það var ansi gaman að svo við skoðum allt þarna, Vatíkanið og allt sem við gátum skoða, það var mjög gaman að vera þar. En hitinn var að drepa mér. Svo fórum við til Sviss, fórum þar á stórum skipum eftir Interlaken vettunum og þetta var rosa mikið ferðalag og gaman. Sko, við fórum eiginlega, við fórum 2 ferðir svona saman. Og við vorum búin að fara alla Evrópu nema við fórum ekki til Hollands. Við ætluðum að fara til Hollands, það fórst einhvern veginn fyrir. Svo ætluðum við að fara til Rússlands. En biðum þar hálfan dag í sendiráði, það bara labbaði fram hjá manni, maður ekki enga afgreiðslu, okkur listi ekki dát og hættum við það, sem betur fór kannski. En við fórum svona 2 ferðir. Og það var ansi gaman að því öllu. Svo fór ég nú yfirleitt alltaf með Lion þegar það var svona Evrópumætingar. Ég fór 2 til Brussel á þing þar og víðar og oft til London og víðar England, sko. Svo bauð Einar mér þegar ég var 50, þá bauð hann mér til London og þá gistum við á nýju hóteli þar. Við þurftum að labba í gegnum Hyde Park og það var í endanum þetta hótel. Og þá löbbuðum við nú þetta alltaf,
köstuðum á okkur vatni alltaf á sama tréð og fylgdist með vexti þess. En það var virkilega skemmtileg ferð. Þegar við komum á herbergið, þá var það svona stofuborð. Það var bara með 50 rauðar rósir, sko, það minnaði ekkert um það. Og kampavínsflöskum 2 fyrir að koma inn í herbergið, sko. Þá var hann búinn að láta útbúa þetta fyrir, áður, sko. Og þá var Ari sonur hans á svona enskum skóla úti í London. Einar lét hann sjá þetta allt. Og svo fórum við út kvöldið að frægan skemmtistað. Já, nú myndir af því einhvers staðar. Og þar var fengið magadansmenn til að dansa fyrir okkur allt mögulegt. Það var rosalega flott. Og einn morgun vaknaði ég við það að það var komin morgunkaffi í rúmi. Það var dagblað með og á forsíðunni stóð sveitarstjóri Njarðvíkur staddur í London. Hann ætlar að þykja borgarstjórans í London í kvöld þetta á þessu stað og svona lýsing á þessu öllu. Og ég sem hver djöfullin að ske, hvaða djöfulsvillis þetta? Og svo kom Einar og þau og drukku kaffi með okkur hana. Svo kom Ari og þá vorum við búin að uppgöta að þetta var helvítis platan, hann lét bretta þetta fyrir sig. Hrell okkur, sko. Svo fórum við Sigrún oft í ferði bæði til Svíþjóðar og já. Vorum oft til Kaupmannahafnar og Svíþjóð og við skoðum á öðru ferðalaginu 52 kirkjur, getur ímyndar, og fyrir utan söfn og annað. Þetta var alveg dýrlegt að fara þetta allt og gaman. Hildsjöli ævintýri endaði þannig að Diddi rak þetta áfram. Ég fór, og það var samkomulega það, ég fór eiginlega til að kynna mér rekstur á frystihúsi. Við ætluðum okkur alltaf að fara í einhvern slíkan business, sko. Við vorum þetta í huganum, sko. Og ég ætlaði bara að fara til að vera svona 1 ár, sko, til að kynna mér rekstur. Og þá tók ég að mér bókhaldi fyrir ræðsluna í Innri Njarðvík. Ég var með bókveldi og borgað út fyrir og hafði fín laun fyrir það. En hann hafði verslun áfram, fékk mann með sér í bara laun og hann breytti því, svo hann var farin að flytja inn ritföng og allt til skólahalls, töskur og annað. Og hann var í því starfi þar til hann dó, sko, hann veiktist nokkuð fljótlega, sko, fékk krabbi í hálsinn. Og þú ert sveitarstjóri? Já, þá var ég sveitarstjóri þetta skeður. Og þá var ég með umboð fyrir Brunabótafélag Íslands, það er að segja hreppurinn, sko. Og þá var ég með bókhald fyrir rafveituna líka, en rafveita Keflavíkur sá viðhald. Og svo var maður með sjúkrasamlagið þar, úr Innri Njarðvík, fullorðinn maður indæll. Og hann var að gefast upp því að honum gekk svo illa að rukka. Hann gekk í hús og rukkaði fólkið og það var farið að skulda svo mikið að hann var farinn að lána sjúkrasamlaginu. Hann var búinn að lána yfir 20.000, var að gefast upp á þessu. Og ég mætti nú alltaf á fundi því ég var bæði fundarstjóri og ritari í lengstan tíma á fundum. Ég fékk ritara síðust árin bara. Og þú var sveitarstjóri? Þegar ég var sveitarstjóri. Ég var bæði fundarstjóri og ritari. Það var helvítis vinna mikil. Nema hann var að leita til mín og ég hjálpaði honum að gera upp og gera skil til Tryggingastofnunar. Þessi gamli maður. Og hann segir, ég að gefast upp á þessu. Hann átti við 20.000 inni sem var mikill peningur þá, sko, sem hann hafði borgað fyrir fólki, sko, upp á það að geta ráðið inn. Já. Svo hann
er að gæla við það að ég taki við því, sko. Hann var búinn að vera með til mörg ár. Það gekk náttúrulega ekki að labba í hús. Nema ég mætti, held ég, á öllum fundum og ég var í öllum nefndum og þar var ég ritari yfirleitt, formaður nefndana, var fundarstjóri reyndar. Ég þurfti að vera í öllum nefndum sem voru til hjá Hrefnu, sko. Alltaf meira og minna all kvöldvikuna, sko. Jæja, nema ég mæti, ég er veikur, það er eini fundur sem ég ætti ekki á, þá er ég veikur. Og þá bera þeir þetta erind upp að hreppurinn taki við sjúkrasamleginu. Þegar ég kemur á næsta fund, þá les ég náttúrulega síðasta fundar og rekst á þetta. Og þá segi ég, já, þetta líst mér nú ekki á, það er ekki hægt að benda, það er ekki hægt að henda öllu í mig, segi ég. Ég get ekki verið alveg almáttugur, ég get ekki gert alla hluti, segi ég. Og ég tek ekki við þessu sjúkrasamlegi nema að fá launin fyrir það. Og það var prósenta af gjaldinu sem maður fekk. Og þeir sagði, já, Sigurgeir hitinn, hérna maðurinn, hann sagði að þú væri eiginlega búinn að samþekkja þetta. Já, ég var búinn að samþekkja við hann að taka við því af honum. En þá vil ég fá bara mína prósentu fyrir það því þetta er bara auka vinna fyrir mig. Ég verði að vinna þetta á kvöldinu, ég get ekki verið gert allt sig. Þá sagði þeir bara alveg sjálfsagt, sko. En fyrir brunabótafélagi hreppurinn umboðslega prósentur eitthvað þar. Og ég var með bókhaldi fyrir rafveitunum líka og fleira, sko. Nema ég sagði gamla manni, ég næ þessu inn og borgaði þetta, þú mátt vera öruggur með það. Ég náði því inn, ég bara sendi mönnum bréf og rykkun og þeir komu og borguðu. Svo skeður það að það voru allir með þetta út á landi á prósentum, þá skeður það að sjúkrasamlegir hækka svo mikið. Og þá eru flestir út á landi, sveitarstjórar og bæjarstjórar, sem minnkaði við sig prósentin án þess að hafa verið beðnir það. Nema ég er ekkert að hugsa það. Ég var komið bara skínandi laun með mína prósenti. Það var svo mikil öfund þegar ég var að koma á þing, sveitarstjórnar manna. Þeir voru að spyrja mig þetta. Þeir eru alveg gráfur að öfunda að ég skyldi hafa þorað að gera þetta. Ég sagði að það var ekkert að þora, ég bara hélt mig prósentu og það var aldrei talað neitt það. Nei. Já. Og svo hélt það áfram, þeir öfunduðu mig náttúrulega. Svo öfunduðu þeir mig að meira þegar ég var sveitarstjóri, þá lagði ég á öll fyrirtæki á vellinum bara, þau töldu enginn fram. Ekki sko, ég lagði á olíufélaginu og öll fyrirtæki á vellinum. Það áttaði sig enginn í hinum sveitarfélögum að þau gátu gert þetta hlutar, sko. Þau áttu líka landa vellinum, Keflavík, Sandgerði, Garður og þetta allt. Þeir bara áttuðu sig ekki á þessu. Svo var ég alltaf að hækka þetta, því þeir töldu ekki fram og svo endaði mig því til rest að þeir töldu fram. Og þá hækkaði þetta ennþá meira. Og ég var öfundaður svo af landsbyggðinni út af þessu, að við hafðum skýtnum peninga til alls, gerðum rosalega framkvæmd. Nema það var svo mikið ólga í þessu að útsvarið á olíufélagi var gert að landsútsvari og þá var það deilt eftir byggðara miðað við fjölda fólksins. Og þá náttúrulega minnkaði tekjurnar hjá mér líka eða Njarðvíkurhreppi. En svona var öfmyndir svona mikið, það var að gera landsútsvari. En ég hélt áfram að leggja á fyrirtæki með því að sveitarstjóri. Og það var besta samkomulag, þetta var bara eins og banki, ég sótti upp peningana þegar mér vantaði. Það var grjótnáma peninga, steypti vegi í gang, skipti lagnir, holræsi, vatn og astanga, við í skóla, íþróttahús og sundlaug
allt mögulegt sem maður balbyggaði götur og gerði gangstéttir og það, ég samþykti aldrei víxil meðan ég var sveitarstjóri og var aldrei með yfirdragt og tekkarík. Átti alltaf nokkrar milljónir sko. Það var allt í fullri vinnu, það var alveg lygilegt. En svo þegar ég var að hætta sko, þá var komið kurrjalt og þá fóru menn að átta sig á þess að þeir áttu þetta innistæði líka sko, fóru að leggja á sko. En þá var ég hættur sko. Og þú varst sveitarstjóri í 19 ár? Tæp 20 ár. Já. Já. Og svo varð rafveitan sjálfstæð og þá hætti ég með bókhaldi fyrir hana. Jóhann Líndal kom þar sem rafveitarstjóri og fékk mann í bókhaldi sko. Þá var ég laus við það. En hann var verkstjóri hjá mér á tímabili. Hann fór frá mér í 2 ár, hann Sigmar, og norður í land, var það yfir vélag og samstæði sem bændur áttu. Svo kom hann aftur og þá fór Jóhann til rafveitunnar sko. Já. Sigmar var allan tíman, það var einn annar líka í 2 ár. Þá kom Sigmar aftur og hann var helviti góður maður, þekkti allt og kunni allt við. Svo hættir sem sveitarstjóri? Já. Hvað þá? Þegar ég hætti sem sveitarstjóri þá byrjaði ég sjálfstætt bókhald bara. Og ég var ekki búinn að vera nefn, þeir báðu mig að vera í 6 mánuði til að skila svona að mér og setja alla Albert Sanders inn í starfið sko, sem sveitarstjóri. Og ég var hálft árið sko, mætti alltaf klukkan 9, þá var hann alltaf mættur og ég var í fundarherberginu svona að dunda mér eitthvað. Hann kom aldrei að leita til mér með neitt sko. Svo þegar það var búið þá gekk ég út náttúrulega. Þá fekk hann viðskiptaræðing í bókhaldi sko. En þá bara vildi hann ekki hafa sjúkrasamleyfi, sá bókari. Hann sagði ekki kunnaði þessi helvít og þetta væri mikil vinni og hann bað mig, eða þeir báðu mig að taka það. Og ég gerði það, var með það nokkur ár sem eitt af mínu verkefni sko. Og þar til að það var lagt niður, sjúkrasamleyfi. Allt land, það var þjóðlega niður sko. Og það var hansi, ég hafði mjög góð laun af því. Svo var ég með, hætti ég því að þá kaupi ég sumarhús sem var þarna á Skarphéðinni sem var við hlíðina á mér. Og hann var með vátryggingar líka, ég man ekki hvert vátryggingarfélag. Almennar tryggingar, já, almennar. Hann var með það kallinn og hann var með bílasölu þarna. Og ég kaupi þetta af kallinum og það var stór salur frammi fyrir kunnan og svo kaffiherbyggi og herbyggi fyrir mig og stúlku til að vera í bókhaldinu sko. Ég var nú mjög heppinn með starfsfólk á skrifstofunni, það var fínt, indælt fólk allt. Nema að ég tek þetta af mér, kaupi þetta á honum og ég vissi ekki hvað bíll var sko. Ég kunni ekkert á það. En krakkandi, Ásgeir og Rebekka voru þarna og þau voru aðal sölufólkið og ég var með þetta sumar fram á haust held ég. Og menn vildi kaupa flottastu bílina, allt í fínu lagi og ætlaði að samþykkja víxil bara fyrir því. Ég sagði nei takk, þú verður að koma og kaupa bílina á alvöru. Þá var nóg að mönnum að ljúga út svona bíla sko, bara svíkja út bíla sko.
Ég var bara harður og seldi minna en fékk allt greitt sem ég seldi, sko. Og svo var ég að hætta því þau fóru í skóla, ég kunni ekkert að þetta. Ég var þarna með tryggingarumboði og svo bókhald fyrir fyrirtæki og sjúkrasamlega þá fyrst og allt mögulegt. Og framtöl fyrir einstaklinga. Svo var að byggja þarna hús við hliðina. Ég var á milli þess og netaverkstæðis með kofann. Og dekkjaverkstæði? Já. Ég man eftir því, sko. Já. Og þarna var netaverkstæði líka, sko, við hliðina, hérna megin. Og Keflavíkur megin var að byggja nýtt hús, netaverkstæði. Já. Og þar fyrir, við endan var við að byggja nýtt hús við netaverkstæði. Og það fékk ég skrifstofu, sko, skrifstofupláss, 2 herbergi. Og var með bókhald og alls konar þjónustu. Ég var nú umboðsmaður skattstjóra fyrir Keflavík, það var aldrei skrítið, sko. Í mörg ár líka. Menn gátu komið til mín og fengið aðstoð og upplýsingar og átt að skila til mín gögnum. Ég var ekki með fyrir Njörvík. Það var aldrei skrítið. Var það í mörg ár. Svo var ég í kjörstjórn alla tíð, formaður náttúrulega með ég var sveitarstjóri og formaður í mörg ár á eftir, sko, þar til ég nennti því ekki lengur og gafst upp á því, sko. Að lausn. Það var allt í lagi, sko. En þar byrjaði ég svo, en svo Ásgeir útskrifaður sem lögfræðingur og þá var búið að stofna hér innheimtustofnun skattstofu Reykjanes. Gjaldheimta Suðurnes. Gjaldheimta Reykjanes hétta víst, já. Gjaldheimta Suðurnes. Gjaldheimta Suðurnes, já. Og hann verður ráðið þar forstjóri og var þar í 3 eða 4 ár. Ég baði nú að vera ekki orðlengi í þessu þegar hann hefði bara staðnað þarna og hann var nú orðið þreyttur og þannig, það gekk allt vel. Og þá ákveður hann að koma til mín og slá saman með lögfræðistofu, bókhald og alls konar þjónustu. Og viltu hlusta, elsku litla ljúfan mín, ljóð ég kveða vil þig, því mildu brúna ljósin brúnu þín, blíð og fögur heilla mig, hugfangin hlýðan sæll ég vil á sönginn þinn. Syngdu þitt fagra ljúfa lag, þar sem alla tíð ég unað finn, ástar þinnar töfra brag. Bjartar vonir þínar vaka og þrá vorsins fögru draumalönd, og vin sem þú gafst hjarta þitt og hönd. Og viltu hlusta, elsku litla ljúfan mín, ljóð ég kveða vil þig, því mildu brúna ljósin brúnu þín, blíð og fögur heilla mig. Bjartar vonir þínar vaka og þrá vorsins fögru draumalönd, og vin
sem þú gafst hjartað þitt og hönd. Ó, viltu hlusta elsku litla ljúfan mín, ljóð ég kveða vil þig, því mildu brúna ljósin brúnu þín, blíð og fögur heilla mig, blíð og fögur heilla mig, blíð og fögur heilla mig.